Já, góð daginn. Já, góða kvöldi, gott fólk. Þið afsakið þetta útsendingaleysi hjá okkur í byrjun. Bara smá tæknilegir örðuleikar og sendum fyrstu hérna 4 mínútur upp á webcam. En nú þetta allt komið í toppstand vonandi og við sjáum bara vonandi fram á fínasta leik hérna. Tindastólsmenn hafa verið ívið betri svona, þó bæði lið hafi verið ákaflega klausk hérna á fyrstu mínúturum. Og staðan 8-2 fyrir Tindastól. Pétur fer upp í skoti og setur af spjaldinu á skotklukkunni. Kemur 10-2. Tindastól hafa verið að spila hérna svona eins og við sjáum frekar aggressíva vörn. Sem hérna enda með því að FSU að fá hraða sóknir móti. Það eru 2 víti. En þetta er svona að komast í standi hjá okkur. Það verður kannski smá truflanir svona næstu 1-2 mínúturnar. Látið það ekki á okkur fá, en það var Anna Vidoni. Nei, fyrirgefðu, þau eru bæði, þannig að staðan er 4-10 fyrir Tindastólsmönnum, gæstaliðinu. Lúis á póstinu finnur Helga undir og Helgi fara villu. Helgi líklegast að leiða línuna, hann var að fara að skjóta hana. Jájá, hann gerir það. Þetta fyrra víti á Helga fyrir honni. Seinna sömuleiðis. Frábær sókn í FSU hana. Það er Yngvi hana í layup, frábært layup Yngva. Kemur í körlunu hana á skrínu frá Dempsey. En svo ég renni létti yfir liðin hérna, þá er inná hjá FSU, þegar Chris Wood stígur hérna út af endalínuna, nei, hliðarlínuna, að það er Þórarinn númer, já, Þórarinn fyrirgefðu, Chris Wood, Gunnar Ingi, Geir Eila Súlfur og Bjarni Geir hjá FSU-mönnum. Og Tindastóll er Pétur Lúis, Sár Atli sem fer í skot þarna, setur ekki hún Yngvi með sóknarfrákastið, leggur boltan onni og síðan er Myron Dempsey, 5. maðurinn. Chris Wood fer alla leiði, fara vill á Svavar. Það brýtur bara þannig að hann geti ekki skorað. Þá er hann leiðin á línuna. Chris Woods taka 2 víti. Fyrra vítið Geigar. Seinna víti hjá Chris Woods sömuleiðis og Darri Lewis með frákastið. Lewis finnur Svabba, Svavar í skot, aftur stuttur. Pétur með frákasti núna. Pétur finnum Dempsey galopinn í tegnum og auðveld 2 stig.
Það pressa en aftur Dempsey heppinn að fá ekki vill á sig hana. Woods fær boltan og hún líkar ekkert sérstaklega vel fyrir utan þryggjustaðlínuna. Haukur Hreinsson, nummer 8 á FSU. Bróðir Hlins Hreinssonar sem meiddur hjá þeim. Það Woods. Hann keyrir á sterkt og Dempsey fær kontaktinn og villuna og á leiðinni á vítalínuna og taka tögiti. Fyrra víti fyrir Róni. Staðin 18-7 fyrir Tindastól. Seinna víti fyrir Ekkjóni. Mæron með frákastið. Mæron fer bara upp. Dribblar. Yngvi finnur Svavar í þrist. Henn og aftur stuttur á Svavari. Kemur Þórarinn upp með boltan. Bara lélega sending á Woods. Woods var með mismall á Pétur hana undir póstunum. Nýtt sér ekki. Kemur Pétur. Lewis, baseline. Finnur Svabba galopið hana. Hætt að klóra Svabba ekki. Erfitt að stuttur á þessu færi. Sending, Arnþór fyrir sterkt upp hana hjá FSU. Fær villuna og á leiðinni á vítalínuna fyrir 2 stigum. Fyrra víti Arnþór Rakkleiði Sóni. Seinna þetta Suðun leiðis. Lewis. Pétur fór út af. Yngvi. Svavar. Adnan Lewis fær hann. Þetta líklegast 2 stig. Nei, ég veit ekki. Skot, jú. Hann búinn að gera þetta í ansi mörg ár og alltaf miklu unn að horfa á. Hann skrifar hann að Gunnar Ingi. Dempsey. Yngvi. Inn á Dempsey, galopið fyrir Viður í horninu. Hann heldur bara áfram frá síðasta leik. Sjóðandi heitur. Mæron búinn að stela boltanum næstu. Frábær sending og það drafinn í teginn. Skot beint honum. Þetta var bara 2 stig, hann steig á línuna. Allan samkvæmt dómurum. Lewis í einhver vandræðum hann, boltinn berst í lingu og Mæron fer bara galopið þrist og auðvitað neglir hann núni. 28-12 fyrir Tindastól. Þetta bara allt voðalega auðvelt fyrir Tindastólsmenn. Og meðan FSU þarf að ströggla fyrir körfu eins og þarna. Chris Woods bara í glata skoti í rauninni. Viðar, Yngvi, opið. Ekki onni en og Chris Woods enda með boltan. Hann kemur upp með boltan. Það eins og engum langi að dribbla hjá. Það verið í leikstjórnarstöðinni hjá FSU og þannig fær Arnþór á sig sóknarvillu fyrir óleglega hindrun.
Tvöld skipting hjá FSU. Bjarni Geir hann að dekka Lewis. Lewis finnur Viðar. Viðar dræfar. Dissar hann út á Yngva. Yngvi inn teginn. Atnátt Yngva hratta leið. Hann fær þristinn. Af. Fer inn og upp úr en Lewis með sóknarfrákastið og skilar þessu. Og Yngvi brýtur síðan að sér. Staðan er 30-12 og 1-0-9 eftir að fyrsta leikluta þegar að Bjarni Geir fyrirgefið er á leiðan á vítalínunni hjá FSU fyrir 2 vítum. Dundrar fyrra víti núni. Seinna víti sömuleiðis, fallegt skot. Lewis, Viðar, Yngvi. Svavar fer vantanlega alla leið. Frábær sending á Viðar sem fer upp and under hana. Leggur hún onni skemmtilega. Stólinn bolti á Viðari. Viðar ætlar alla leið. Var næstu búinn að splitta vörninni hana en engin skaði skeður og Tindastóls eiga boltan á endalínunni. Svavar, Mæron, Viðar. Lewis, Yngvi dræfur í teginn, Dissar út og Viðar. Lewis í miðan teginn og óheppinn að leggja til Jóni hana. Það er enn einn, næstu stólinn bolti. Chris Woods fær líklega körfuna sína í þessum leik. Frábær baráttan hjá Bjarni Geir. Óheppinn að ná ekki þessu bolta. Lewis tekur vantilega á síðasta skotið. Það eru 16 sekúndur eftir af þessum leikluta. Engin skotklukka. 16:32. Skrýnst á Svavari. Lewis alla leið. Einfalt og gott. Spjaldið. Besti vinnuðinn. Reyndar voru stoppaði tíman hann, en hefði ekkert að gera það. Þannig að vantilega eru stendur 4,2 á klukkunni, en vantilega kannski setna inn í 2 sekúndur eða eitthvað sem að 1 sekúnda segir hann. Já, 0,1 sekúnda. Ég held nú samt að þetta sé 1 sekúnda. Já, þeir bara basically leiðum að skjóta og síðan var þetta búið. En þessi leikluti var algjör eign Tindastóls. Staðan er 34-16 fyrir gestaliðið og stigaskor verið að dreifast mikið. Kosta byrja aðeins með öðruvísi byrjunarlið. Það er að segja Yngvi kom inn í byrjunarlið í staðinn fyrir Viðar í þessu leik og annars hefur þetta rúlað nokkuð þægilega.
Jæja, þá er þetta að byrja hjá okkur aftur. Það svona mátti kannski búast við. Já, ég ætla ekki að segja já, svona góður í byrjun, en þetta er FSU-lið mjög vængbrotið með 2 af sínum leikmönnum bara í meiðslum og þess sem voru bara út leiktíðina, það er Kristoffer Kjert og Ari Gylfason. Þannig er FSU farið í svæðisvörn sem að Stólunir bregðast mjög illa við í byrjun, allan að fyrsta sókn. Og Bjarni Geir hann fær skrín frá Chris Woods, dræfa miðuna að skrefa sín, já, kannski var þetta leið. En hann allan kemur boltan múnu og það eru 2 stig. Þetta er bara aggressív og fín vörn. Yngvi Viðar í hóttinu, dræfa baseline. Þetta er bara til að spila nákvæmlega í sókn eins og FSU vilja að þeir geri. Svappi hérna segja mönnum að róa sig í sókninni. Já, hérna FSU þeir, ég sagði bara 2 leikmenn, þeir náttúrulega með 3 leikmenn í meiðslum, Hlynur Hreinsson er meiddur líka hjá þeim. Þannig að út sanda með flotta endvon körfu, en ég held að hvaða lið í deildinni sem myndi, ef þeir myndu missa 3 af sínum bestu leikmönnum, að þá eru þeir mjög vængbrotnir líka, þannig að það er bara svoleiðis. Þetta er hluti af íþróttinni. Helgi Freyr inn fyrir Mæron búinn að skila flottum mínútum. Chris Wood setur vítóni. Yngvi kemur upp um boltan. Hún er Viðar. Hannes. Yngvi. Kæruleysis sending hjá Yngva. 10 sekúndur eftir. Yngvi finnur Hannes sem er galopin þrist. Setur hann ekki honi. Kosta var væntanlega að setja Helga Freyr inn á þannig til að fá smá stretch á völlinn. Frábær vörn til Svappa. Finnur Viðar og Yngva. Hannes, Yngvi. Hannes aftur. Og aftur Yngvi. Þetta var fínt til Yngva hann. Dregur að sér 2. Finnur Hannes. Hannes er ekki að setja þetta. Boltinn endi á út. Kemur upp í boltan. Bjarni Geir dræfar og fær villuna á Svappa og væntanlega önnur eða 3. villan á Svappa. Já, villan á 4. Það er Yngvi. 2 skipting á Tindastól. Pétur og Helgi Rapp inn á fyrir Svavar og Yngva. Pétur kemur væntanlega með ró og spekt inn á fyrir sóknina, stjórna þessu. 22-34 staðan. 8-15 eftir öðrum leikluta. Bjarni Geir seinna vitið, dúndrar í honi. Kemur Pétur upp. Það er Hannes. Pétur dræfar miðuna. Finnur Viðar. Helgi Freyr. Viðar. Já, alla leið Viðar, vel gert. Glæsilega gert hjá Viðari. Bjarni Geir. Hann dræfar. Erfiða sendingu sem Viðar gefur og Helgi Freyr næst síðan á boltanum. Hann fær væntanlega villu Bjarni. Já. Helgi næst búinn að setja hann á miðju. Eða rétt innan með miðju. Hann hefði ekki tónleik hvað sem er. Þetta var lungu fyrir skot en það var Helgi aldrei í skoti. En þetta
svona stigaskor og annað þeir að dreifast mjög mikið allan hjá Tindastól og stigahæstir Lewis með 8 og Mærón með 7 og Viðar með 7. Helgir af 6, aðrir vinna. Það er sama hjá FSU að þetta er Chris Woods og Bjarni Geir með 6. Helgi fer í þrist, setur hann ekki honni í. Hannes og Helgi Rafn með frábæra baráttu hana. Sóknar frákvæðast. Viðar Drævar mjög aggressífur. Pétur, Woods kemst inn í sendinguna. Það er bara 4, 3. Helgi Freyr er að fara að skjóta þessu bolta, það er bara hanni. Fyrir skotið, setur hann ekki honni. Viðar, frábærlega gert við Viðari. Blakarinn til Helga Rafns og Erik Olsson er ekki sáttur, tekur leikhlé strax í kjölfarið. Það er bara mikil baráttu á stólunum. 15 stigum yfir. En dómari hérna í kvöld eru Einar Skarphéðinn Aðalsteinn og segi ég. Steinar Orri heitir hann auðvitað. Hefur svo sem ekkert mætt á þeim enda hefur þetta verið rólyndisleikur sem slíkt. Eins og áhorfendur kannski vita að þá er Antoni Görley ekki með stólunum í kvöld. Sögum þess að hann var dæmdur í einsleiks bann af úrskurðarnefnd KKÍ eftir að hann sló í Helga Magnússon Káring og þannig að hann tekur bara bannið út núna og mun síðan haga sér út tímabili held ég, fullir það. Það er pressa á Tindastól sem fyrr. Það er bara svona aðeins inbound pressa. Óheppinn hann að grípa ekki boltan. Arþór Helgi Freyr kemur honum Viðar. Finnur ekki Pétur. Pétur hélt að Tindastól myndi eiga boltan. Reyndi ekki að ná honum þó hann hefur líklega náð honum. Þá er bara Chris Woods. Helgi Freyr með aðeins svona pirran. Þórar er hann að hóta skotinu fyrir beislan. Lendir á Helga Rafn. Helgi Rafn staðinn fyrir að standa bara út að hann hefði aldrei náðu að skora yfir hann. Þá slær hann og uppsker villu. Eins og góða manni Sæmi. Skipting af Tindastól, Sigur Páll kemur inn á fyrir Viðar. Þórarinn Tóndur Hessoni. Seinna vítið dettur ekki á ný. Sigur kemur bara inn og tekur sterkt frákast til að byrja með. Hannes og það er þristur, ekki á ný. Sigurður. Hann er Helgi Rafn. Næstu blokkar af Woods. Það er dæmt illa. Það er 2 víti fyrir Helga. Setur fyrir vitið. Sömuleiðis fyrir seinna. 40-24, 6 mínútur eftir af öðrum hluta. Chris Woods, hann ætlar bara að gera þetta sjálfur.
Nú var hann blokkaður af Helga Rafn. Og dómarinn segir að Úts hafi snert að síðast, þannig að það er tilhaldsbolti. Pétur, Hannes í þrist, setur hann hana. Afbragð skytta. Það er ekkert að hætta að skjóta þó klúrur nokkrum skotum. Glæsilega gert þarna hjá Gunnar Inga. Helgi Freyr hótt á skotinu, fer baseline, finnur Hannes aftur. Hannes og Pétur. Pétur bara í þrist, setur honi. Kemur þessi 20 stiginn, 46-26. Chris Woods, það er bara stólinn boltinn, hann er bara að taka sig alltaf langa tíma á póstinum hana. Sigurður, Hannes, langaði skotið hana. Helgi Rafn í flottan jumper hann í miðjum tegnum. Gunnar Ingi í þrist, setur ekki hún í Helgi Rafn með frákastið. Vill á Þórarinn hana. Nei, hann skrefar Helgi Rafn. Hann hefur tekið skrefið á hann stakk boltann niður. Fínast hreyfinganna hjá Magic. Óbeina sending Jóni, Helgi Freyr í frábær sending, óheppinn Helgi Rafn að senda hann Jóni. Nú er FSU menn, já Helgi frá villu. Bjarni Geir á leiðan lína, skjóta 2 skotum. Helgi hefur heldur betur alltaf að bæta upp fyrir klúðra leiðup þarna í sókninni og bjarga málunum í vörðinni. En fyrravíti er ekki á ný. Seinnavíti fyrir á ný. Chris Woods er að góða svolítið í dómarna. Hannes finnur Helga Rafn. Helgi Rafn bara er í einhver einskinsmanns landi hann að virðist vera að gera það sem hann vill í tegnum. Það er Þórarinn, hann dribblar bara inn í sigur. Magic hann að Helgi Rafn hefnir á ekki villu. Magic, á flott hreyfing. Áheppinn að senda Jóni að Helgi Rafn með boltan. Frákastið. Funnir Sigur Pál. Sigurður, Pétur. Pétur fer alla leið, fær villuna og setur honi. Glæsileg. Fær víti að launum. Erik Olsson setur Úts og Arnþór aftur inn á til að, já, líklegast er hann að þétta tegin aðeins. Það er mikill leggi hana. Pétur setur víti honi. Jájá, frábær trapp hana. Sigurður fer alla leið, setur ekki honi. Það var ofslagur hana. Það var að fara miklu aggressívar upp. Arnþór, flott. Sýnir Sigga Pál hvernig á að gera þetta. Pétur, Helgi Freyr. Hann missir næstu í boltan. Og Helgi Rafn, hann skorar enn inn á körfuna. Útsræður ekkert við hann.
Fallega gert hjá Bjarna Geir. Tekur hesitation og fer síðan backdoor. Pétur galopið þrist. Setur ekki hún í. Fín barátta hana. FSU bolti. Og sen að trappa hana á Hauk Hreinsson. Hann stígur út af síðan bara. Það meina að sér að verið ítt út af. Einar Skarpíðin ekki samanlega. Gefur til þessu boltan. Pétur kemur upp. Þórarinn pressar hann hana létt. Þarna fær Helgi Freyr. Pétur. Núna fær Helgi Freyr skotið vantarlega. Einfalt. Þetta er 99% skotnastíð. Allan eins og Helgi hefur verið að skjóta í síðustu leikjum. Staðan er 58-31 og 1:50 eftir af öðrum leikluta. Bjarni Geir dræfar, finnur að snýr sér í teiknum, frábærlega gert. Hótaði sendinguna hana. Sigur Páll, Helgi Freyr, aftur í þrist. Setur á hann í. Einfalt, allt og einfalt fyrir Tindastól. Hreinsson, Arnþór, Bjarni Geir, Þórarinn. Snúningur skref hana, en ekki dæmt. Pétur kom inn, finnur Helgarab. Helgarab finnur Helga Freyr. Siggi finnur frábær boltarhreyfing. Pétur, þú enda þetta á körfu. Mikið trapi af Villa, vandalega Sigur Páll, Var ekki alveg kjör í trappinu hana. Tvöldskipting, Tindastóll, Pálmi Þórs. Og Svavar Atli. Pálmi númer 5 hana hefur verið að lýsa leikjum á Króknum síðustu ár. Farin að banka á dyrnar í meistaralok, þannig að Eysteinn hefur verið að lýsa þar á Króknum. Hannes sækir Villur á Þórarinn hana. Helgi Freyr að segja frá. Pálmi. Pálmi bara kalla play, flott. Fær skrín frá Helga Freyr. Helgi Freyr, ætlaði að reyna að senda eitthvað inn á Sigga, en var aldrei með neitt augkontant við hann. Fínasta vörn hjá Pálma. FSU er að taka síðast skotið í fyrra hálfleik. Staðan er 34-61. Mikið drifur á fyrir alla leið. Óheppinn að setja þetta ekki onni. Hannes. Það er nóg tími fyrir eitt skot. Helgi Freyr verður að skjóta og Seinn. Hálfleikstölu hér í kvöldur 34-61 í svona. Það var litlum leik svona heilt yfir. Þó hafa verið skemmtilegi kaflar. En við draugum okkur hlið í smá stund og heyrum í ykkur smá.
Jæja, þá er þetta að byrja hjá Grátur. Jæja, FSU byrjum með boltan. Það er Gunnar Ingi að sendi boltan bara beint í krumlunum Yngvi, hann ætlar alla leið, finnur Viðar, Pétur, Karl opinn í þrist. Setur hann ekki honni, Lewis með frákastið. Lewis finnur Pétur, frábært hengtam hana, leggur hann honni. Kemur Gunnar Ingi, hann reyna að koma boltan með Woods. Og Pétur brýtur á svo. Byrjunlið hjá FSU er það sama og í byrjun leiks. Þóra nr. 10, Kristófur Út nr. 5, Gunnar Ingi nr. 6, Geir Elías nr. 7 og Bjarni Geir nr. 15. Já, stólunum er það Yngvi, Viðar, Pétur og Lewis Helgi. Pétur og Yngvi, Viðar í horninu, inn á Lewis og Viðar fer alla leið, finnur frábærlega sending. Helgi laumast andan backdoor meðan að öll augu beinast á Viðari. Fær auðveldlega upp. Woods fer í sitt svona, já, þetta er hann skotið þarna pínu. Yngvi fer, tökur sprettinn, Pétur, þristur, finnur, Helgi, já, það var svona vissi ekki hvort hann ætlaði að skjóta en Helgi reddar honum. Yngvi, Viðar í skotið, stuttur, Helgi, frábær barði Helga sem uppsker síðan kannski. En fær ekki, jú, hann fer bara hana í svona húkskot, einhvers konar. Leggur hann hún í. Gunnar Ingi fær screen for Woods. Fer í skotið. Segist, já, vildi kannski pínu villu, ég veit það ekki. Yngvi, galopur þristur, sett á hann. Það er enn og eitt sóknarfrákastið. Yngvi, Viðar, auðveld karfa. Woods sterkur hana. Pétur fekk svaka högg. Woods fær auðvitað stig. 69-37. Stólunir ætla ekkert að slaka á klónni. Viðar, Pétur, unna Lewis. Woods til varnar. Lewis fer í skotið. Ekki honni. Gunnar Ingi finnur Woods á sprettinum. Woods leggur núni. Flotti Woods hana. Lewis, Pétur. Flott. Feik á Pétri, velger. Hótar sendingunni út á þryggjastalínunni. Og það síðan beint upp. Helgi Rapp var hann að villu fyrir að reyna að stela boltanum. Ég vildi meina að hann hefði verið lengi að dæma en ég held að hann fór og hann sló í höndin á hann líka.
Arþór. Geir. Arþór. Finnur Woods. Frábær vörn í stólnum. Pétur óheppinn. Stel ekki boltanum hana. Enda með því að Woods fær auðveldlega upp. Pétur kallar hið víðfærakerfi horn. Helgi fær fínt. Ég var að setja Dóni. Þórarinn. Það skot hjá Gunnar Inga, setur ekki á nei. Helgi með frákastið. Pétur á Lewis. Lewis. 2 stig. Einföld. Þórarinn. Skot. Búm. Og Pétur fer alla leið. Finnur Viðar í horninu. Ekki onni. Helgi Rafn með enn eitt frákastið. Pétur í þrist. Setur honni. 76-44 og Erik Olsson, þjálfari FSU, tekur leikhlé. 32 stig munur. Hjá FSU þá er Chris Woods atkvæði mestu sem fyrr með 14 stig ásamt til að taka 6 fráköst. Síðan kemur Bjarni Geir með 11 stig, aðri minna. Hjá Tindastóli er Helgi Rafn allt í öllu með 20 stig og 10 fráköst. Tröllatönnur hann komin hjá Helga. Eitthvað segir mér að hann sé ekki alveg hættur ef hann fær að spila. Svaka gír. Pétur núna með 12. Lewis með 10 og Viðar 9, aðri minna. Já, Pétur með 15 fyrir ekki. Það var að detta. Detta inn hjá okkur. Nýjustu fréttir. En það er ákaflega illa mætt. Það er kannski segið sig. Sjálft FSU fallið. Tindastóll hefur svo sem lítið upp á að spila. Þetta er spurningum 5. eða 7. seti sem skiptir kannski ekki höfuðmáli. Maður er þá alltaf á útvelli í úrslitakeppninni. Það sem 4. seti var út úr myndinni að þá er þessi leikur kannski meira formsatriði. En við erum að telja þetta hérna saman og það virðist. Það er svona nánast jafnvel mætt hjá Tindastólamönnum og Selfyssingum. Það munar ekki einum einhverjum 8 hausum. Tindastóll heldur áfram pressa. Og að er uppskera eins og við sá. Pétur, Helgi Rafn, Finnur Lewis. Lewis og Pétur aftur að bara róa þetta niður og stilla upp. Frábær vörn til Þórarinn. Góð barátta, Finnur Woods. Woods, hann fer væntanlega alla leið. Fær villuna, óheppinn að setja ekki á ný. Leiðin á vítalínu fyrir 2 skotum. Smá moppustörf í gangi hérna. Stamt gólfið. Fyrirvitið Geigar. Seinna vitið sömuleiðis. Þórarinn með ósáttu. Frábær barða. Helgi Woods einhverjum faðumlögum hana.
Og Helgi, óheppinn að rúllaði vel að körfuna hann í pick-and-rollinu með Darren Lewis. Þórarinn, BOOM! Það ekkert nema net. 47-76, 4:40 eftir að þriðja leikluta. Pétur dræfar fyrir Viðar. Viðar fær ruðning vantarlega, já, hárrétt. Arthur stóð þarna eins og steinþurfti. Gunnar Ingi með boltan sem fyrir hjá FSU. Leiðstjórnandi þessa leiks hjá þeim allana. Ásansson og Þórarinni. Ætlaði að reyna hann að hola í húfið Chris Woods. Einhver misskilningur. Pétur. Heppinn að missa ekki boltan hann Viðar. Frábær sending og Helgi Rafn. Körfubolti 101. Pick and roll. Stockton og Malone. Helgi Rafn ósáttur að stela ekki boltanum. Og Arthur vinnur sinni 2 skot á vítalinjunni. Fyrra víti hjá Arthuri. Onni. Seinna víti Geir. Kemur Pétur. Finnur Viðar í horninu. Viðar í skot. Setur honni. Ekkert nema net. Skilur neti líka í utan hringinn. Lewis hann næstu búinn að stela boltanum. Gunnar Ingi eitthvað ósáttur við dómarinn. Fer þá bara í skot beint yfir Lewis sem hann blokkar bara. Og Lewis finnur næstu Helga. Skipting af FSU. Helgi Rafn eitthvað ósáttur með að eiga hann að bolta. Lewis átti bara að fara upp í þetta leið og klára það. Skipting á teinsmönnum, Hannes inn fyrir Pétur. Dómarinn laga neti eftir Viðar hann áðan. Bjarni Geir tekur boltann inn. Finnur Hauk Hreinsson. Haukur á Woods. Geir Elías hóta skotinu, finnur sem Bjarna. Helgi Rafn í frákastið. Frábært frákastið Helga. Erfið sending við Ingva hana. Woods að leiðina línuna líklegast. Vill á Hannes fyrir að slá hérna í höfuð á honum. Fyrir við ekki á ring. Seinna viti fyrir honni. Ingvi. Erfið sending á Ingva. Vel klárað. Hannes, hann ætlar bara alla leið. Finnur Helgi Rafn. Helgi Rafn finnur Ingva. Ingvi tapar boltanum og brýtur síðan af sér.
Staðan er 51-81. Haukur Hreinsson fær að taka 2 víti. Seinna í dekkja á ný, þar er Lewis rákastið. Lewis missi næst, ja, misti boltan bara. Löpun á FSU-manni. Tíðast bolti. Lewis. Já, frábært kerfi. Glæsilega gert. Yngvi með óheppinn takk ekki boltan á honum hann. Lewis sterkur. Hann að leika smá leikur hann á milli, þeir eru eitthvað að brosa og tjatta saman Lewis og út svona. Og Lewis sýndi honum aðeins svona í vill á Lewis fyrir hald sýndist mér hann. Já. Já, Lewis og Woods voru eitthvað að ræða saman hann eftir köruna hjá Woods. Þannig að Lewis fór bara upp og setti Woods aðeins á skauta og setti twist yfir hann. Einfalt og þægilegt. Yngvi, Hannes, Helgi, Sigurður Páll. Það eru 3, ekki og 9, það er yfir spjaldið út af. Já, ef boltinn fyrir bak við spjaldið, þá er það sama endalínu bara, brút á vellinum. Haukur Hreinsson, Matsík vill fá boltan hann inni með Hannes. Bjarni Geir, frábærlega gert. Step through hana. Lewis, Yngvi. Það er leiklega á þessu. Yngvi áttu auðvitað bara að fara alla leið þannig að hann kom með flugbrauð til að klára þetta. En ef við lítum á aðra leiki hérna í dómsdeildinni, það er síðasta umferðin og eini leikurinn sem skiptir kannski okkur einhverju máli að ráði er leikur Keflavíkur og Stjörnunnar. Þar er staðan 41-35 fyrir Keflavík þegar 7 mínútur eftir af þriðja leikluta. Aðri leikir eru það að Haukar eru að taka hött á Ásvöldum 64-44. Þór Þorlákshöfn er að vinna, tapa á móti Snæfell 64-67. Það er baráttan um 8. sætið milli Snæfells og Grindavíkur. IR KR Reykjavíkur slagur. KR er að sigla því, virðist vera nokkuð létt 74-49. 1 mínúta eftir af þriðja leikluta. Við vitum allt um FSU Tindastól. Síðan er Grindavík að, taka bara Njarðvíkinga nokkuð létt, þægilega. Þar er útlendingum Grindavíkinga komin aftur tilbaka eftir eitthvað öndunarvesen. Síðan var búið að gefa það út að Stefán Bonó myndi vera í liðinu hjá Njarðvíkingum og hann hefur samt ekkert komið í sögu, þannig að það eru kannski bara aðeins svona.
En þetta kom allt í gang aftur. Liðin búin að ráða ráðum sínum. Frábælega vel gert í Yngva að lasa þessa sendingu. Og fer alla leið, setur hún í glæsilega gert. Haukur, Maciek, Bjarni Geir fyrir alla leið, vel gert. 61-87. Nei, 59-87 fyrir gefið, 1 skot eftir af þriðja leiklutum, Lewis klárar. Fær skrín frá Svavari hérna. Dribblar fyrir alla leið. Nú langar á vítalínuna, eina leiðan á vítalínuna. Nei, það er bara innkast, það var ekki komin í skothreyfingunni segir. Þetta er bara fyrsta villa FSU í þessum leikhluta. Sappi, skot, stuttur. Það er neðarskot í FSU. Já, stuttur frá því. Þriðleikur búinn, 59-87 staðan. Allt nokkuð þægilegt, rólegt. Já, það getur svo sem farið svo ef að Snæfellingar vinna í Þorlákshöfn, þá eru Tindastóls að fara að taka 5. sætið. Þá okkar hlutskipti í úrslitakeppninni að taka á móti Haukum. Og það eru þá Ásvellir í fyrstu umferð. Fyrsti leikur, Sappi hérna og brotið á honum. Maciek vil ekki meina að þetta hafi verið villa. Allir aðrir í húsinu vilja minna að þetta sé villa. Já, það sem að... En ef að þó Þorlákshöfn vinnur sín leik, þá eru þeir að fara í 5. sætið. Og að halda 5. sætinu, þeir eru það núna og lenda þá annarkvort á móti... Nei, þá lendum við annarkvort á móti Stjörnunni eða Keflavík. Sappi setur bæði vítin. Og það fyrir eftir hvor sigrar þar. Og við myndum þá lenda á móti tapliðinu, það er að segja 3. sætinu. Og eins og staðan er að þá var Keflavík að vinna og þó Þorlákshöfn að tapa, þá var það falleg hreyfing. Svífur í gegnum teginn og leggur hann honni. En þetta skýrist allt á næsta korteri. Frábær sendingi Svappa. Svona alley-oop layup, holly-hoo layup. Og Bjarni Geir. Hann fer alla leið, hættir við, Maciek í langan twist. Setur hann ekki á hann í Woods. Að koma inn í stöðu Svappi, en Svappi er öllum kunnum í fræðunum og blakaði boltinum út. Pétur, Sigur Páll, þristur, ekki á hann í. Svappi með fínt frákast. Hannes. Hann fyrir alla leið, velgjart, Hannesi velgjart. Skila boltanum honni. Haukur. Aha, já, frábær þristur. Metri fyrir utan. Glæsilega gert. Kim Pétur. Svappi.
Sigurður. Hannes. Hann fyrir alla leið. Skilur boltan eftir fyrir Pétur í langan þrist líka. Setur honni. Hann hermir eftir Viðari og skilur netið eftir upp á hringnum. Svo mikið sviss var þessi karfa. Það Woods. Já. Setur hann í spjaldið. Óheppinn hann að Haukur. Ná ekki boltanum. Pétur með erfiða sendingu á Sappa og Sappi í þrist. Nú komið einhver run and gun bolti hérna. Eins og við mátum. Frá. Óheppinn að klára þetta ekki hann að Woods. Hann hefði mátt setja þennan onni. Sending frá miðju hana. Þetta. En þeir fá 2 stig. Þessi gildir. Farið ekkert fyrir fagurleika. Yngvi, Hannes, Sigurður Páll. Siggi og Sappa og Sappi langan tvist. Þetta eru 2 stig. Nei, þetta er ekki 2 stig. Sappi hefur pínu off í kvöld. Fín vörð á stólunum. Woods. Hann tekur hérna stórkalla leiða upp og fær villu í leiðinni. Skipting. Yngvi út af fyrir Helga Freyr. Freyvöld skipting hjá FSU. Woods splittaði vítunum hana. Pétur, Helgi Freyr, galopin þrist. Þetta eru nokkuð örugg stig. Fær fínt skrín hana. Býr til vasan hana sem er nóg fyrir hann. Það er skjóta þessu. Og Woods fær villu hana á Sappa. Sappi skilur ekkert í. Unglegar hefing. Selfissingar styður sína menn áfram. Framtíða leikmenn hérna á Selfossingarlega. Staðan er 69-99 þegar að 6:24 eru eftir af 4. leikhluta. Chris Woods er á leiðin á vítalínuna, skjóta 2 vítum. Það er einhver smá hérna. Það er eitthvað að vera að skoða á riddaraborðinu. Kári fylgist með úr fjarlægð. Allt farið vel fram. Já, þeir vita ekki eins og hvað er í gangi. Einar búinn að segja það. Þá getum við haldið áfram. Fyrra vitið var onni. Seinna vitið snertir Arnar hringinn en fer ekki onni. Pétur, hann fer alla leið. Hann er blokkar. Já. Nær frákastinu og er á leiðinu upp þegar Arthur brýtur á honum og uppsker 2 víti. Fyrra víti er onni. Seinna víti sömuleiðis.
Pétur komið 22 stig í þessu leik og spila fínt. 6 stóðsendingar og frábær vörn. Hannes finnur Helga Freyr. Helgi Freyr hótar skotinu. Hætti við, finnur Sappa. Sappi fyrir langan tvist. Setur hann ekki ofan í. Skrefar hana. Það heldur betur að tróða þessu. Uppsker. Mikinn hlátur og bekk Tindastóls. Þetta er skemmtilegt. Dómarinn hefði átt að flauta eftir tróðsluna. Hann hefði tróðið sem hann fengið það. Hannes þristur, setur aðeins stuttur. Woods. Helgi Freyr. Woods bara í eitthvað stórskipti skot en nær sínu frákasti og setur honi. Pétur fær boltan. Það spila horn. Frábærlegt. Sappi leggur hún honi. Hannes stilur boltanum. Finnur Pétur. Pétur fer alla leið, fær villuna. Óbjörn setur ekki leið upp honi. Hann er að fara á vítalínuna fyrir 2 mínútum. Fyrir við honi. Setjum við til sömuleiðis. Kemur Pálmi inn fyrir Pétur. Flottur leikur á Pétri, 24 stig, 6 stóðsendingar. Það voru 4 fráköst eða eitthvað. Arthur, Haukur, hann fyrir upp í þrist. Setur hann ekki honi í Pálmi frákastið. Pálmi dribblar hana inn í trappið. Heppinn. Hannes með einhverja skrýtna sendingu hana sem enda samt hjá Tindastóls fyrir bara einskar efni. Kæruleyslegst svona Joe Costa á bekknum Tindastóls, þá finnst hann ekkert vera rosalega sáttur með leik Tindastóls svona síðustu mínúturnar. En það getur erfitt að halda einbeitingu þegar út svona mörgum stigum yfir. Já, fer alla leið. Pálmi með flotta sendingu. Hannes akkur fer erfiðu leiðinu hana. Hann átti bara tróða þessu fyrir okkur hérna í stúkunni. Sappi einhverju vesinn hann með boltan. En FSU missa hana síðan út af. Pálmi, Sappi, já. Tók hann 2-3 feik og ætlaði að leggja hann honi í. Woods hann að gera það sem hann vill í tegnum. Helgi Freyr finnur Hannes í horninu. Hannes feikar mannin sinn. Já, var ekki viss hvort hann ætlaði að senda spjaldið eða ekki. Siggi með flott frákast. Helgi Freyr finnur Sigga.
Laur honum frákastið og hann fær auðvitað körfu. Höfðingi Helgi Freyr. Og Hófabinn að styrkja boltanum. Á horninu þristur, Sappin frákast. Hannes, aðja. Engi vörn, þannig að köttaði gegn teginn. Vill og Sigur Pál rýtsa inn hana. Það er 1:32 eftir leiknum, standi 76-109. Þetta er svona að fjara út í róli heitunum. Chris Woods fær svona heiðurskiptingu vantilega síðasta leikun hans hérna á Selfossi. Mér má náttúrulega taka slægi með hann í fyrstu deildinni. Mér finnst það harla ólíklegt. Enda faðmann alla hann á bekknum. Allt voða hjartnæmt. Bjarni Geir kemur hann inn og sniflar þessi strax inn. Hann er búinn að vera svona jafnbesti leikmaður eftir suðu hérna í kvöld. Helgi Freyr í langan þrist, setur hann onni. Aðeins að setja krydd í þetta. 3 metra þristur hana. FSU bara að koma og svara í bakið. Pálmi. Sappi vill vera með í veislunni. Setur hann ekki onni. Haukur hótar skotinu, finnur Artur, nei Bjarni Geir segi, fyrkið. Pálmi, Helgi Freyr, hann fyrir aftur í þrist, nei, flotta sending á Hannes. Leysir sending hana, Hannes fær, hún er að brota honum í loftinu. Fyrra vitið er Ronny. 82-113, 36 sekúndur eftir. Seinna vitið sömuleiðis. Já, og það er Bjarni hefði mátt setja hann. Það hefur Korona flottan leik í honum. Það er mikil darradansanna, Hannes nær boltanum. 1 skot vandalega. Pálmi á að skjóta þessu. Finnur Helga Freyr. Helgi Freyr í þrist, setur hann ekki onni. Siggi. Pálmi með eitthvað ævintýralegt skot. En þetta er búið. Já, þá svona líkur á deildarkeppninni í ár allavega. Ekki alveg komið á hreint í hvaða sæti Tindastóll lendi í. Maður sjá. Já, það vil ekki sína okkur nýjastu tölur en ég bara ég þakka allara fyrir deildarkeppnina. Guðlaugur Skúlason heiti ég og hef verið að lýsa hérna fyrir sunnan hjá Tindastóll TV og við vonandi sjáum okkur eitthvað í playoffs. Þannig að ég bara þakka fyrir mig og það er hamingjum sigurinn og takk fyrir.